Herru, jæja, þá skulum við kíkja á hérna mjög skemmtilega kafla. Þetta er hluti B. Hann heitir gildistöflur og ferlar og þið vita alveg hvernig gildistöfla lítur út. Hún lítur svona út. Ég mun hins vegar ekki láta ykkur þurfa að skrifa svona rosalega marga tölur. Fyrir mér er yfirleitt nóg að gera -4, -2, 0 og 2 og 4. Mér finnst það alveg nóg. En það er eitt athugavert við þetta hérna tiltölulega sýndæmi og það sem sumir nemendur lendi í að gera smá villu, þannig að það er fínt fyrir ykkur að gera nú bara að setja á pásu og prófið þetta. Prófið að reikna út þegar þið setjið -5 inn í x í öðru veldi. Það sem þið eruð að gera í raun og veru, þið eruð að setja -5 og setja það í annað veldi og það ætti að vera 25 af því að mínustala sinni mínustala er plústala. En það sem sumir lendi í er að þegar þeir setja mínusum í annað veldi að þá eru þeir að gera þetta -5 í öðru veldi. Hérna er bara 5 í öðru veldi. Þetta verður -5 í öðru veldi og þetta verður þá -25. Og þið sjáu að það er augljóslega munur á þessu hérna tvennu. Það sem við erum að gera hérna, það er þetta hérna efra dæmi. Við erum að setja -5 í annað veldi og þá er mínusin líka hluti af því. Þannig að þetta er ekki það sem við erum að gera. Við erum að gera þetta hérna. Pásuminnbandið, farið reiknivélina ykkar, prófa að setja -5 í annað veldi og sjá hvort þið fá ekki alveg örugglega 25. Ok, kíkjum á hana kafla hérna. Við erum bara hérna aðeins áfram. Það var bara stór línur í þarna. Ok, hérna eru að búa til gildistöflu fyrir þessi föllina neðan og hérna stendur metið fallgildin sjónrænt. Nóg er að nota x-gildi -4 -2. Ok, fallgildin. Þetta hérna þýðir bara uppsumagildin. Þetta er það sama. Ok, þannig ekki láta þetta rugla ykkur eitthvað. Ok, og gildistöfla, hún lítur svona út. Það er x hérna og síðan er f af x hérna. Og muni f af x, þetta er bara uppsumagildið. Og x er -4, -2, 0, 2, 4. Og byrjum bara hérna -4. Förum hérna línuritið. X er náttúrulega lárétta ásinn. F af x er lóðrétta ásinn. Þannig að við fyrir 4 hérna til hliðar. Þetta er konum -4. Förum hingað niður en við lendum á ferlinum hérna. Sjáum bara lesum við hérna af uppsumlásnum og við sjáum að þetta er -4. Þegar x er -4 að þá er fallgildið, það er að segja uppsumagildið, -4. Fyrir næst í -2, þá fyrir hérna -2 x-ið, dettum hérna niður og þetta er cirka bát, ég ætla að segja þetta sem -2,7. En það stendur hérna metið fallgildin sjónrænt, þannig að þetta er bara svona cirka bát. Ok, síðan er það bara að endurtaka leikinn hérna með þetta dæmi. Ok, hérna síðan ef við að gera gildistöflu og sjáu einmitt hérna. Hérna er það sem ég er að tala um áðan. Hérna er skáleitrað passaðu vel meðferð neikvæðra talna. Þannig að þetta er það sem ég var að tala um áðan, var þetta -5 í öðru veldi. Og síðan hérna ef ég teiknaði ferlunum líka GeoGebru, skilaði því skjali á innu undir sama heiti. Þannig að þið eru farið að reikna dæmi og þið eru líka farið að búa til GeoGebru skjal sem heitir 1b2 og skila því. Ef ég gleymi að setja hlekk fyrir það á innu, þá bara sendið mér skilabóð Discord. Minnum á það. Ok, hérna þetta dæmi, kíkjum inn á aðliðin. Hérna eru algengt að gera smá mistök. Þannig að það sem þið þurfa að gera hérna, ef við kíkjum á þetta hérna blað. Ok, hérna er ekki algeng mistök að lenda í vesinni með neikvæðan tölur. Það er annað varandi deilingamerkið. Það sem þið verðið að gera þegar þið setjið inn í reiknivélina að þá verðið að nota sviga. Þannig að reiknivélinni, við skrifum hérna í reiknivél, þá þurfa að gera svona svigi
5 mínus 3 sinnum mínus 4. Ok, það sem ég að gera hérna, ég fór kannski aðeins og hrattinn yfir. Hérna ég að segja að x sama sem mínus 4. Ég að finna fyrstu töluna í gildistöflunni. Fór aðeins og hrattana yfir, afsakið. Þannig hérna í gildistöflun okkar. Og ég að finna þetta hérna tölu, mínus 4. Ok, þannig að það sem ég ger hérna, ég segi 5 mínus 3x, þannig hérna kemur 5 mínus 3. Áður ég setja x hérna inn, sem mínus 4, þá verð ég að hafa það í sviga. Að þetta er 3 sinnum mínus 4. Ef ég sleppi sviganum, þá verður þetta bara 3 mínus 4. Þess vegna verður að vera svíi utanum þessa neikvæða tölu. Og það verður að vera svíi utanum hérna það sem er upp á brotinu, að því maður verður að deila 4 með öllu brotinu. Það er þessi hérna svíi sem byrjar hérna, endar hérna. Hann er að tryggja það að þegar við gerum deilt með 4, að það er að deila með öllu hérna. Þannig að hérna það sem er mikilvægt er bara meðferð sviga. Og já, augljóslega, eða kannski ekki augljóslega, að þegar við förum að reikna hérna með x sem 2 og 4, að þá er þessi hérna svíi ekki nauðsynlegur. Hann er bara nauðsynlegur af því að þetta er mínustala hérna. Ok, og síðan fær maður eitthvað tölu út af þessu sem skiptir ekki allir máli. En mér langar að taka fyrir hérna B-liðinn. Þetta er A-liður. Ég svo dæmi hérna er B-liður. Þið eru svo heppin að þið fáið tónlist undir þessu myndbandi. Þannig að njótið. Afsaka lagavelið. Herðu, ok, hérna er komið með eitthvað fall. Svona. Ok. Hérna þurfum að passa ykkur. Mínus 4, þetta er mínustala, þannig að við þurfum að passa hvernig við setjum það inn í þetta hérna. Þannig að við setjum mínus 4 inn í sviga, annaveldi, deilt með 2. Mínus, sem gefur mínus 4. Mínus 9 aðrir. Það fór ég að út fyrir, afsakið. Þannig að hérna er ég að setja inn mínus 4 inn í þetta. Það er stundum venja að þessi hérna romsa sé skrifið hérna og það er allt í lagi. En ég bara, maður getur líka að setja bara beint inn í reiknavélina og reikna þetta þannig í staðins að skrifa allar svo romsu hérna. Þið ráðið í hvort þið gerir, það er bara það sem ykkur finnst þægilegra. En það sem er hérna sem verðið að passa ykkur á, það er mínustölunar. Ef við erum að setja mínus 4 annaveldi, þá setjum við sviga utan mínus 4. Og hérna kemur mínus, þá veitir það að þetta myndi verða pluss. Þetta eru algeng mistök sem krakkar að lendi í. Ok, höldum áfram hérna. Herri, nú er gaman, það er komið skilgreining. Og þessi skilgreining segir þetta hérna, tala x1. Ok, x1, þetta er bara einhver tala. Einhver tala kallast núllstöð eða rót. Þetta er það sama, þetta er bara 2 orði við saman hlutin. Kallast núllstöð eða rót fallsins f. Ef að fallgildið af þessari tölu er 0. Og hérna kemur svona mannamáli. Núllstöðar fallsins f gefa skurðpunta félagsins við x-ás. Þannig að ef ég teikna hérna upp bara fall, ég ætla bara að sýna ykkur með internet hvað núllstöð er. Og þetta er ekki flókið. Ok, ég klúðra þessu. En sem sagt hérna er ferillinn að skera x-ásinn. Þetta verið 2. Mér tókst að klúðra þessu. Einfalda verkefni mínu. Ok, þannig að hérna eru 2 núllstöðar. Núllstöð í x sama sem mínus 1 og x sama sem 2. Það er hérna. Ok, af hverju er þetta núllstöðar? Jú, af því að í þessum punkti og þessum hérna punkti,
að þá er fallgildið 0. Munið, fallgildið, það er y-gildið. Hvað er y-gildið hérna? Og hvað er y-gildið hérna? Það er 0. Þegar við erum akkurat hérna á þessum ás. Hérna er y0, hérna er y1, hérna er y2, y3 og hérna er y-1, -2. Þannig að alltaf sem lendir á þessari hérna línu, þá er y saman sem 0. Það er að segja fallgildið 0. Ég get bent á þetta henni líka og sagt fallgildi er 0. Þar leiðandi erum við með þessar 0 stöðar. Ok, þannig að þá erum við búin að sjá þetta myndrænt, hvernig það lítur út. Reikningadæmi, sýndæmi 1,4. x plus 4. Ok, við erum að finna 0 stöð. Þá skulum við fyrst vita, ok, byrju, 0 stöð er þegar f af x er saman sem 0. Ok, þetta er skilgreiningar 0 stöð. Þannig að við tökum þessu hérna línu, þessu jöfnu, þessa forskrift og við segjum bara, ok, þetta hérna, þetta er y-gildið og ég ætla að segja, það er saman sem 0. Þannig að þessi jafna ætti að skila mér einhver x-gildi þegar y er 0. Og þið sjáu hérna, við þurfum að einangra x-ið, þá gerum við -4 báða megin. Þannig að þetta verður -4 saman sem 2x. Og hérna er 2 sinnum x, þannig að við þurfum að gera deilt með 2. Deilt með 2 báða megin. X verður saman sem -4 aðrir, sem er saman sem -2. Fór ég nokkuð út af myndalinni. Þannig að þetta er 0 stöðin, -2. Og ég get hérna að rissa hérna bara fallið hvernig það lítur út. Þetta fall lítur einhvern veginn svona út. Og hérna er -2. Akkurat þegar við skerum hérna x-ásinn. Herði. Já, þá held ég að hluti B sé bara kominn. Verið ykkur að góðum.